Já, velkomnir kæru gestir í Rauðan raunveruleika. Að þessu sinni ætlum við að fá einn mjög góðan gest, það hann Viðar Þorsteinsson. Hann var framkvæmdastjóri Eflingar, hann var einn af stofnendum róttæka sumar háskólans, var það ekki? Jú. Háskólans, ekki skólans. Nákvæmlega. Já, og ýmislegt fleira, mikill aktivisti og bara sterk rödd á vinstri væng stjórnmála á Íslandi. Velkomin. Takk fyrir, takk. Vildu svona fyrst byrja að pæla í því bara, þú veist, hvernig það byrjaði allt saman hjá þér, þú veist, maður náttúrulega þekkir ekkert einhverja sögu að alls fólk sem maður svona þekkir á vinstri vægnum, þú veist, hvað þetta byrjaði alltaf, en bara, þú veist, upphæðið. Já, heyrðu, einmitt, já, bara takk fyrir þessa fallegu kynningu. Já, ég náttúrulega, þú veist, ég var svona pínu heppinn að því leita, ég var svona pínu alin upp, sko, af, þú veist, vinstra fólki. Og þannig að maður svona fekk það pínu svona með móðurmjólkinni, sko. Foreldrar mínu voru svona 68 kynslóðinni, sko. Og svona, já, þú veist, þau svona, þú veist, identifæðu mjög sterkt við það, þú veist, í sínu lífi, sko, þú veist, ég meina, og allar þessar miklu breytingar með náttúrulega, þú veist, ekki bara, já, ég meina, þú veist, það var Víetnamstríðið og svo var líka kvenréttindabarátta og hlutir eins og umhverfisvernd sem voru að komast á dagskrá og þau voru dálítið svona mikið í þessari sko hringiðu og og já, þannig að þú veist, ég ólst upp á svona heimiliða sem að þú veist, það var bara Þjóðviljinn var mikið lesin og svona og ég var fælega svona skrítið barn, sko, ég fekk alveg svona óeðlilega mikinn áhuga á stjórnmálum, sko, bara, þú veist, bara svona 10 ára gamall, sko, var ég bara með þetta rosalega mikið á heilanum, sko, safnaði myndum af Lenín og já, bara sem að ég gekk alltaf með, sko, þú veist, svona. Bara svona svo Pokémon-spil Já, sinni mínir í dag, sko, þeir eru að safna svona fótboltaspilum, sko, stundum verið að tala um þetta við á, ég er svona að segja við, svona minn sem 12 ára, já, ég hafði mjög mikið áhuga á stjórnmálum þegar ég var á þínum aldri, sko, og hann horfir á mig, ég sé eitthvað gert viðundur, sko, en já, þetta var þannig, en ég held að það hafi kannski líka tengst, sko, svona, þú veist, þessu kaldastríðið var bara ekkert alveg búið, sko, þegar ég var að alast upp í svona, þú veist, ég fæddur 79 og þú veist, ég man mjög vel eftir, sko, falli Múrsins 89 og þó að maður hafi kannski ekkert eitthvað alveg, þetta var ekki allt eitthvað meðvitað fyrir manni, að þá skynjaði ég það sem eitthvað alveg huge dæmi, sko, og þú veist, já, og það var lá ennþá í loftinu þessi svona stemning, skilurðu, að hafa vera ekki svona réttu megin í pólitík, sko, því að ég meina á Íslandi var þetta náttúrulega mjög intense, sko. Þú veist, kaldastríðið, þú veist, ef þú varst eitthvað þarna að fara í Keflavíkurgöngur, skilurðu, þá varst þú bara eitthvað svona ákveðin tegunda manneskju og þá varst það bara eitthvað svona ákveðin, þú veist, eitthvað hólf sem þú bara varst í og þú bara gast ekki gert ákveðna hluti og þú varst þar, þú gast ekki verið í ákveðnum störfum eða alls konar svona eitthvað og ég meina, já, ekki það, þú veist, ég meina, foreldrar mínir höfðu alveg góð lífur og mikið eitthvað útskúfa fólk þannig, en þú veist, það var alveg, þú veist, maður fann alveg aðeins fyrir þessu, sko, að væri svona eitthvað svona træp af fólki sem væri, þú veist, aðeins öðruvísi, sko, öðruvísi fólk, og maður velti þessu mjög mikið fyrir sér, en svo svo bara, þú veist, náttúrulega, ég veit ekki, misti ég kannski pínu áhuga á pólitík því ég fór í menntaskóla, ég veit ekki, og svona meira að spá í bara eitthvað, þú veist, tónlist og bókmenntum og menningu og eitthvað svoleiðis, sko, en svo líka var það bara það að, þú veist, eins og fyrir mig, þegar ég er í menntaskóla, ég var í MH, þú veist, frá 95 til 99 eitthvað svona, það var ömurlegur tími, sko, í íslenskum stjórnmálum, sko, og kannski bara þú veist, á Vesturlöndum, sko, þetta var svona versta frjálshyggju, tímabili, þetta var Davíðs árin, sko, og ég meina, ég bara man eftir í hversu einhvern veginn bara hrikalegt þetta var, sko, þú veist, það hafði verið eitthvað svona gamalt, svona eitthvað svona vinstrimannaklúbbur í MH, sem að, einmitt árið sem ég byrjaði, hann svona loksins svona dó, þú veist, það voru einhverjir gaurar sem voru að útskrifa sem voru svona eitthvað að reyna að fá, þú veist, eitthvað fólk til að koma og vera í svona klúbb, eitthvað, já, það er eitthvað roðið eða eitthvað, skilur, við erum svona hittast inn og lesa Marx, við erum ekki til í það eitthvað og svo bara eitthvað, neða, bara kom ekki og það var bara búið, sko, og þá var bara komin þessi stemning, sko, allir sem ætlaði að vera eitthvað svona töff og eitthvað svona kláru, þú veist, klára fólki sem vildi vera eitthvað svona rebels, þú veist, þeir voru bara frjálshyggjumenn og það var bara geðveikt töff og voru bara að mæta eitthvað svona í skólan með bara eitthvað bókina eftir Hannes Hólmstein, hádegisverðurinn er aldrei ókeypis og bara þið eruð eitthvað geðveikt mikið fyrir boð og bönn, eða ekki? Og þetta var svona geðveikt svona assault á mann, sko, því ég hafði alltaf identifæð við það að vera vinstrimaður, ég var það, skilur mig, að maður var bara fellega eitthvað svona
hvernig átti maður að fara að því, skilur? Það var bara frekar trikki, sko. Það var eiginlega bara leiftur sókn hægrisins og vinstri, það var ekki eins og komið varnir og þetta bara gerði svo ótrúlega hratt og það var enga varnir til staðar lengur, það var bara brjóta niður fjölmiðlana líka og bara algjört tómarum. Já, nákvæmlega, og svo náttúrulega líka verið að þú veist leggja niður sko Alþýðubandalagið sem hafði náttúrulega verið svona kannski svona síðasta vígið fyrir eitthvað svona að vera að stofna samfélkinguna og svona heitasta málið sko sem var þá líka hjá svona ungu vinstrifólki, það var þetta sem var kallað sameining vinstrimanna, það átti að vera eitthvað svona alveg geggjað, það átti að vera eitthvað svona okkar góða þing sko og ég man að ég fór átt svona fund þar sem að var, þú veist, verið að þetta byrjaði í stúdentapólitíkinni sko, þar voru allir bara eitthvað saman ákvaða bara hei, það engin munur á þessu öllu, við erum bara öll svona í einu eitthvað og þá, ég man ég var með einhverju fólki sem fannst þetta eitthvað eðslegt sko en ég tengdi ekkert sérstaklega mikið við þetta sko og en svo á þessum árum, þú veist, þá var líka, þú veist, var ennþá svona þú veist, það var ennþá til svona Marx-Leninista hópar pínu litlir sko og ég svona prófaði það líka aðeins en ég líka, þú veist, ég fílaði það ekki alveg nógu vel sko, það var svona svolítið svona kultstemning þar og maður svona var eitthvað svona disconnect pínu sko við bara raunveruleikann sko. Maður tekur eftir því stundum að svona þeir fara til öfganar en eru kannski ekki með eitthvað svona raunverulegt sem þau vilja gera núna, það snýst kannski meira að vera í einhverjum svona fagurfræðilegu samfélagi rífast við aðra og ekki með þetta koma með eitthvað svona raunsætt sem geti hjálpa fólki í alvörunni. Já, vantar pínu svona þessu jartenginguna sko. Þú ert ekki að fara að fá eitthvað svona verkafólk með þér með því að vera eitthvað svona kontu nú og lestu þessar bækur hérna eftir Marx, þú veist, það er ekki svona besta leiðin sko. En allavega, svo gerðist það einhvern veginn hjá mér þarna skilur og maður var pínu týndur, það var bara fælega erfitt að vera eitthvað vinstrimaður eða sósíalisti eitthvað en ég sem sagt svona þú veist, fór að taka þátt í Palestínu samstöðu starfi á þessum árum sko og það var alveg eitt af því bara frábærasta og bara besta sem að þú veist ég fekk að vera með í skilur á þeim árum sko, það var hann alltaf komið ekki til að góðu af því það var 2001 að þá sem sagt byrjar seinni intifada uppreisnin og þú veist þetta Oslo og samkomulega og það var einhvern veginn svona búið að hrynja og fara bara alltaf að leysast aftur upp í átökum í Palestínu sko og þá var félag Ísland-Palestína bara mjög, þú veist, öflugt, flott félag skilur og undir var náttúrulega formaður þess Sveinn Rúnar Hauksson gömul bara hetja af 68 kynslunni bara maður sem ég alltaf dást mjög mikið á og liti upp til sko og hann einhvern veginn hélt þessu alveg, þú veist, gangandi á ótrúlega mikill hugsjón og margt vera fólk sem var með í þessu Salman Tamimi heitinn og bara fleira gott og öflugt fólk og ég einhvern veginn bara fór inn í þetta og fann mig alveg geðvægt í þessu sko og fekk mikla reynslu af bara félagsstarfi með því að vera í þessu reka þetta félag, maður fekk vera með í því þú veist, halda utan þú veist, bara félagsmennina og vera með fundina og allt þetta skilur og náttúrulega líka fór ég til Palestínu sko 2002-2003 sem var alveg rosalega mikil náttúrulega, þú veist, lífsreynsla sko. Já, trúi því alveg bara því þú veist, það voru alveg átök í gangi sko, það var þú veist, bara, já, þetta var mjög svona militariseruð, þú veist, uppreisn, þessi intifada uppreisn sko, og rosalegt clampdown líka náttúrulega frá hernum og svo, þú veist, dálítið seinna sko, 2006 fór ég aftur til Palestínu og gerði svona smá, að ég voru svona að taka viðtölu fólk og var svona eitthvað að skrifa þetta og eitthvað svona og þá voru svona alls konar, líka svona dálítið slæmir hluti búin að gerast í palestínskum stjórnmálum, að koma splittið milli Fatah og Hamas sem var ótrúlega svona tráma fyrir Palestínumenn sko, það var búið að gerast og þá kom ég aftur og var að spjalla við fólk út af því öllu og eitthvað svona og þú veist, og ég náttúrulega leita alltaf svolítið í líka sko að vera að svona kannski tengja mig við og skilja líka sko, þú veist, pólitíkina í Palestínu sem er mjög áhugavert sko, af því þeir eru með alveg sitt spektrum sko, þú veist, það alveg íhald og það einhverju svona kratar og svo náttúrulega með þessa íslamsku pólitík og svo þeir náttúrulega með einhverja hardcore marxista sko sem eru sumir náttúrulega voru svona ekki bara eitthvað að lesa bækur, heldur voru að, þú veist, ræna flugvélum og svoleiðis þannig gamla daga, sko, og svona, þú veist, og ég hitti gamlar kempur sem hafði verið í svoleiðis og gatt, þú veist, já, og svo kynntist maður líka fólki sem hafði, þú veist, verið í fangelsi, tók viðtal við, þú veist, unga mann sem hafði verið sett í fangelsi fyrir, þú veist, pólitískan aktivisma og maður svona sá svona hvaða mark það setur á fólk og allt það og ég tók náttúrulega líka þátt í sko aðgerðum oft með þess að þá öðrum, þú veist, Vesturlandabúum sem koma til þess að vera í svona solidarity, þú veist, aðgerðum til dæmis gegn aðskilnaðarmúrnum sem var verið að byggja 2002-2003 þegar ég var þar í fyrra skiptið sko. Og það var mjög, náttúrulega, mér fannst það líka helviti áhugavert því þá var ég að hitta sko fólk sem að
hafði, þú veist, verið í þessari svona hreyfingu sem var í gangi þá, sko líka í Evrópu. Þú veist, þessi mótmælahreyfingin, það sem fólk var að mótmæla sem byrjaði náttúrulega í Seattle, sko, 99 og fór síðan og, þú veist, fólk var alltaf með þessi stóru mótmæli í þessum evrópsku borgum, sko, oft alveg mjög hardcore, sko, slagsmál við lögguna og allt mögulegt, sko. Og þetta var tengt Palestínu sérstaklega eða var þetta svona? Nei, þú veist, þetta fólk var svona úr þessu, þetta var svona fólk sem ferðaðist svona skilurum, þetta var pínu bara svona sama krát eins og síðan kom hérna til Íslands, skilurum með Saving Iceland og svona. Það var svona bara mjög svona aktífur hópur á ráskona svona. Það voru kannski ekki endilega neitt mjög mikið, þú veist, kommunistar eða sósíalistar, meira anarkistar oft, sko. Og líka fólk sem voru að pæla mjög mikið umhverfisvernd en mjög svona diverse, þú veist, hreyfing, sko. Og hérna, já, það hefði mjög mikil, þú veist, áhrif á mig og svo fór ég sjálfur setna í svona mótmæli líka hérna í hérna, þú veist, eina af þessum svona evrópsku borgarmótmælum, sko, þar sem maður sá, þú veist, þessa hreyfingu svona, þetta var svona kallað anti-globalization eða alter-globalization hreyfingin, sko. Og hérna, en svo einhvern veginn, þú veist, já, leið svona tíminn aðeins einhvern veginn og þá svona, ég man sko að, þú veist, þegar var komið svona kannski árið 2006-07 eitthvað og svona farið að nálgast hérna hrunið hérna í Íslandi, sko. Þá var ég stundum svona farin að pæla, sko, að hérna, sko, vantar okkur ekki eitthvað svona eitthvað aðeins meira prógram, sko, í þú veist það sem við erum að gera, sko. Þú veist, og ég hafði reyndar líka, ég hafði verið hérna á Íslandi líka aðeins í sko umhverfisverndarbaráttunni, þú veist, hérna eins og með Kárahnjúka og það og ég kynntist því aðeins og hérna þekkti fólki sem var hérna eins og í Saving Iceland og svona og maður hefði verið í þessari Palestínu, þú veist, baráttu, þetta voru oft svona einsmáls baráttur, skiljum við. Þú veist, hópar voru að organisa sig í kringum eitthvað svona svona eitthvað distinkt mál. Og hérna, og þetta auðvitað bara svona alveg ákveðin nálgun, sko, þú veist, og þú getur alveg kampænað svona, það getur alveg meika fullkomin sens, ég alveg ekki að segja það, en ég fór samt alveg að velta fyrir mig, býtu, þú veist, hvað með að horfa á þetta svona eitthvað stærra og svona eitthvað systematískt, sko, þú veist, akkur eru alltaf bara að fókusera á, þú veist, eitthvað eitt mál, frekar en að fara og svona fara kannski bara pínu svona aftur í ákveðna svona analýsu sem að ég held að, þú veist, marxismin hjálpa okkur alveg mjög mikið að gera, að skilja það að, þú veist, þessi hlutir þeir hanga saman, þú veist, þessi ólíku hérna, þú veist, valdasystem og byrtingamyndirnar, ég meina Palestína heimsvaldastefna, skiluru hérna umhverfisvernd sem náttúrulega svona auðlinda exploitation, þú veist, og þetta hangir allt saman, sko. Og hérna, og ég held að, þú veist, þarna líka hafi bara margir, þú veist, verið að hugsa þetta einhvern veginn og ég, þú veist, þegar að síðan kemur hérna, sko, hrunið hérna á Íslandi og það allt, sko, þá var ég einhvern veginn pínu komin á svona annan stað, þú veist, pólitísk, ég var eiginlega farin að hugsa meira bara eins og marxisti. Og hérna, en ég var bara svona, ég vildi bara að það hefði gerst hjá mig nokkur mánuðum fyrr, sko, það hefði maður verið meira reddi, sko, í hrunið og allt það, alltaf þá geði ekki, sko. Já, nákvæmlega. En maður var ekkit, og enginn hérna var kannski neitt sérstaklega vel svona reddi í það, sko. Þú veist, það var dálítið mikið svona bara sprenging og svo bara var fólk pínu svona ringlað, eitthvað, þú veist, hvað þetta og hvað ætlum við að gera og eitthvað. En líka, þú veist, mótaði mig náttúrulega mjög mikið, sko. Ég alveg svona bara, minnstu svona með hana hrunu og búsvaldabyltingum, þetta er svona næstu því eins og, þú veist, þegar ég hitti fólk sem að ég man eftir að, þú veist, hafi verið með manni, þú veist, þar, þannig að Austurvelli, fólk sem kannski þekki ekki neitt, ég bara samt eitthvað svona bond, sko, alveg rosalega, sko, og hérna, já, mér sést þetta að gangi gegnum það, sko, en hérna, en svo eiginlega eftir það fór ég, sko, í doktorsnám til útlanda og var rosalega lengi í því og ég var ekkert mikið á Íslandi, eina sem ég gerði var að ég kom og var hérna á sumrin og þá var ég með þarna Róttæka sumarháskólann sem var rosalega gaman en var samt ekki beint svona, það var meira svona hittast, spjalla, þú veist, fyrirlestrar og svoleiðis, það var ekki svona neitt mjög hands-on, þú veist, aktivismi beint, sko. En ég var þarna... Svolítið marxist, hugmyndafræði í gangi þar, eða? Með Róttæka sumarháskólann? Já, við vorum svolítið að reyna kannski að svona finna svona sameiginlegan, þú veist, við vorum að búa til svona stefnuskrár og svoleiðis fyrir þetta, sko, og við vorum svona, ok, þú veist, fólk að koma mismunandi áttum, ég meina, acknowledge það bara, og við viljum alveg fá fólk sem að koma hérna til þess að tala ég meina, einhver ákveðin málefni í, til dæmis, þú veist, í kvenréttindabaráttu eða í umhverfisvernd, en við vorum samt svona að reyna, finnum sameiginlega þráðinn og pælingi var svolítið svona já, myndum svona tengingar til að við getum orðið, þú veist, sterkari og mynda svona einhverja blokk, skilur mig, bara til þess að við náttúrulega bara höfum meiri áhrif og allt það, sko. En þarna, já, en svo bara, þú veist, einhvern veginn var náttúrulega svona mjög áhugavert fyrir mig, sko, ég fór út í, hérna, ég bjó út í, sko, Ohio í Bandaríkjunum. Ég var ekki einhverju svona fancy, hérna, þú veit, svona einhverju, austurstrandarborg neitt, sko, ég var bara þarna, þú veist, inn í einhverju kornagra, sko. Já, þetta eitt af þessum hann að flyover states? Já, nákvæmlega, og svona Rust Belt, sko, feelingur og bara, þú veist,
maður gæti keyrt sko í kannski, þú veist, 50 kilometra í hvaða átt sem og þá varstu komin eiginlega bara í svona bara sama eins og bara, ég veit ekki, þú veist, ósark þættirnir eða eitthvað, skilur, þetta bara svona, fólk bara eitthvað, hvernig ætlar að fara að survive, það er bara eitthvað svona að fara í herinn, fara í lögguna, eða lenda í fangelsi, þú veist, eða fara eða þú veist, búa til metanfetamín eða hvað sko, bara bókstaflega sko, og það nú bara mjög mikil áhrif á mér reyndar að bara sjá það. Þetta orðið svo hrikalegt ástand á mörgum stöðum. Bandaríkin bara, að stóri hlutar Bandaríkin í dag bara meira eins og þriðjans. Já, það algjörlega þannig. Fólk gerir sér ekkert endilega alveg grein fyrir því hversu svona slæmt ástandið orðið þarna, sko. Var ekki meiri atvinna hjá þeim, þú veist, þau voru með meiri framleiðslu heima, fyrirtækin voru meira að gera akkurat þarna og fara síðan. Ég myndi að velta því fyrir mér að þú veist, að þetta gerast eða bara því að kapitalistar í þessu samfélagi vilja græða sjálfur persónulega og þeir bara svíkja alltaf þjóðinni sína, það enginn samhugur með þjóðinni eða neitt. Nákvæmlega, ég kom einu sinni í borg í austur Kentucky sem við keyrðum í gegnum fjölskyldan sko. Við vorum bara svo miklu túristar sko. Við fórum alltaf bara svona stystu leiðina á Google Maps og fórum alltaf og endum að gista sko í ykkur í borg sem svona fína fólk í háskólum hefði sagt manni sko, við erum ekki gistað þarna sko. En þú veist, við bara gerum það og svo bara eitthvað svona var ég bara, hvaða place þetta? Og bara eitthvað svona googlaði þetta eitthvað skilur og þá hafði þessi borg sko verið byggð upp sko í kringum námuiðnað fyrst sko einhvern tímann 1920. Svo hafði einhver stofnað klósettverksmiðju þarna og það voru bara gullnu árin þarna, bara rosa mikið að gera, búið til þessi klósett þarna og það var bara til þarna, bara eitthvað blómleg, þú veist, bara svona American Dream stemning í kringum það, búið til þessi klósett, sko. Hörru, og svo bara, náttúrulega, var bara klósettverksmiðjan lögð niður, skilur við, og náman náttúrulega líka löngu farin og þá var þetta place orðið bara, þú veist, það var bara bókstaflega ekkert þarna, sko. Og nema bara, þú veist, eymd, sko, alveg bara ótrúlega mikið eymd, sko, þetta var sama borg og þarna Loretta Lynn, country-söngkonunni frá sem söng lagið Coal Miner's Daughter og við vorum eitthvað, kona mín fílaði þetta lag svo eitthvað, við vorum eitthvað, já, hún hér, sko, fara og gista hérna, tjekkum á þessu place og sjokki sem við vorum fyrir að sjá bara, þú veist, hvað þetta ótrúlega hart eitthvað og slæmt líf þarna, það var bara, það var rosalegt, sko. Já, ég tók líka eftir þess að ég fór til San Francisco og þá sá maður fyrir sér lagið með Scott McKenzie eitthvað If you're going to San Francisco bara eitthvað svona utopísk hippa stemming og svo kemur maður bara, það tjöld út allt, það mannaskítur á götunum, fólki geður að labba fram og tilbaka, þú veist, þetta var fyrir 4 eða 5 árum og mér skilst að sko, það sé bara búið að versna síðan þá. Fólki sem að gentrificationið náttúrulega bara búið að stúta, sko, þú eru ekkert efnaði að búa. Nákvæmlega, það er málið, sko, bara húsnæðisverðið bara komið til algjörstrugl og það virðist vera saman på tegnum hér, kaupmáttur bara, ég var að lesa í gær, kaupmáttur ungs fólks á húsnæðismarkaði búin að rýrna 50% á síðustu 20 árum. Nákvæmlega. Þannig að þú veist. Gentrification að þau eru að byggja bara svona fín hús og næs hverfi, það ekki sem að mjög fáir hafa efni á, það ekki gentrification? Jú, nákvæmlega og einmitt og bara fólki sem bjóð og það sem gerist á þessu kaldhæðnislegt sko að þú veist að koma fyrst koma sko hipsterarnir vilja búa í hverfunum sem eitthvað svona smá, eitthvað edgy skilur mig, eitthvað svona pínu eitthvað svona, einmitt ódýrt og svona kannski smá hættulegt og eitthvað spennandi að vera þar skilur og svo kom einhver svona developer og já, nú þetta svona listakverfi og já, nákvæmlega og þá náttúrulega bara þú veist, lokal fólki bara rakið, þú veist, á brott sko sem náttúrulega galið sko. Akkurát. En já, ég var farin að segja ævisöguna mína, sko, en svo bara það senasta sem gerist, rétt árin ég náði að flýja Bandaríkin, sko, ára akkurat þegar Trump var að koma, þá flúðum við svona eiginlega. En það var samt, þú veist, líka alveg ótrúlega áhugavert að sjá, sko, Bernie, hreyfinguna, vera til, sko. Af því að, eins og ég sagði áðan, ég bjó inn í einhverjum svona, næstu því í einhverjum svona maískornagri og, þú veist, og það voru svona hlutir að gerast í Bandaríkinum, sko, annars staðar á þessum tíma sem ég var, eins og til dæmis Occupy. Occupy-hreyfingin var náttúrulega mjög stórt dæmi bæði þarna í New York og svo náttúrulega líka á vesturströndinni sko og þarna, en sko þú veist, það var bara, ég meina í Columbus í Ohio skilur, það bara þetta var ekkert að gerast þar sko, það vissi enginn þar hvað það einu sinni var sko og þá fattaði maður stundum svona, já einmitt, svona við vinstrimenn lendum stundum í því að vera svona í smá búblu sko, að ég meina ef þú hugsar Bandaríkin sko, sem bara þetta huge land sko og ég meina ef að það einhverju atburðir að gerast
og þú bara, það er ekki hægt að sjá nein merki þess í svona staði eins og Columbus í Ohio sem ótrúlega svona venjuleg dæmigerð amerísk borg, langstærsti meirihluti Bandaríkjanna býr einmitt í einhverjum svona leðilegum borgum og svona úthverfum svona borga allstaðar í þessum flyover-ríkjum sko. Ef þú sért bara ekkert engin merki þess, þá kannski það bara einhvern veginn ekki alveg nógu fattar djúpt eða þú veist, það er ekki nógu stórt sko, einhvern veginn. Og en svo gerist allt í einu Bernie og þá allt í einu var bara eitthvað svona gæti bara verið að spjalla eitthvað svona pólitík við, sko, þú veist, bifvélavirkjamenn, sko. Já, magna. Þá var hann bara eitthvað farin að pæla eitthvað bara, já, býtu, ok, eitthvað svona, what is this, eitthvað socialism og eitthvað bara, eitthvað svona, það var alltaf bara að koma á dagskrá og mér varst það svolítið geggjað, sko. Þú veist, þú átti nágranna sem var, þú veist, mormóni, þú þekkti fyrir að vera svona frekar íhaldsamir, sko, og en við á svona fjölskylduvinur okkar og besti maður, sko, og hann var bara fann að velta þessu eitthvað rosa alvarlega fyrir sig, bara kjósa og ég kannski bara kjósa hann Bernie. Af því þú veist, allir Bandaríkjamenn alltaf finna hvað er mikið að. Allir Bandaríkjamenn finna þessa krísu, sko, þú veist, af því hún er þarna bara. Það er alveg sama þó þú reynir eitthvað svona isolata þig frá því einhvern veginn, þú veist, inn í háskóla umhverfinu eða búa í gated community og whatever. Þú veist að hlutinir er ekki í lagi þarna, skilur. Og Bernie allt í einu bara kemur og er bara farin að tala af alvöru bara eitthvað algjörlega, þú veist, bara eitthvað sem engum hafði dottið í hug, fattar mig, og pælið í að brjóta þetta tabú, sko, að fara bara að tala sósíalisma í Bandaríkjunum og geta svo bara byggt upp, þú veist, milljónar hreyfingu, þar sem að, þú veist, ég meina, hann var bara ekkert svo langt frá því að bara geta orðið forseti Bandaríkjanna, sko. Munaði litlu. Og ég meina, þetta fannst mér bara alveg geggjað, sko. Og ég svo sem, veitu þetta, ég meina, á svona mælikvarða alls að þá kannski, ég meina, ekki voru þessar hugmyndir hjá Bernie neitt, sko, róttækar, skilur við. Akkurát. Ég meina, ég meina, þetta er náttúrulega hluti sem við tökum sem sjálfsögðu hlut, sko. En ég horfði samt á þetta út frá því, sko, þú veist, hvernig þú getur svona breytt, eða þú veist, svona stundum við talaði með svo Overton window eða þannig, sko, þessi svona ramminn sem er svona það sem telst vera ásættanlegt, sko. Þú veist, Bernie færði þennan ramma bara, rosalega mikið, allt í einu bara býtu, þú veist, ekki bara eitthvað svona, einhver landráðamaður fyrir að tala sko, sósíalisma, bara þvert á móti, þú getur bara verið náttúrulega bara, þú veist, hetja á leiðtogi og leiða stóra hreyfingu, skilur. Mér fannst það alveg, þú veist, geggjað og svo náttúrulega fleira sem að kom svo svona sama tíma og í kjölfarið, minna eins og DSA, Democratic Socialists of America, sem ég mjög mikið svona, ég svolítið fan þeirra, sko, þú veist, þau eru að gera mjög flotta og góða hluti í því hvernig þau skilgreina sig, hvernig þau skilgreina sósíalisma og þá komum við svona aftur að þessu, þetta er svona, þú veist, ég er að segja, ég bara svona að fatta þegar ég að segja eitthvað sem sögur svona sjálf á mig, sko, ég svona, hvernig maður var svona týndur og þetta var erfitt og helvitis nýfrjálshyggjan og svo þetta var svona þessi svona aðgreindu einsmáls, þú veist, hópar, hvernig það einhvern veginn var kannski ekki alveg, þú veist, endaði að því að vera svona ákveðin tvístrun, sko, á kröftum okkar, skilur við. Og ég held að bara, ég meina, þetta er ástæðan fyrir því að ég er í Sósíalistaflokki Íslands í dag. Ég trúi því að, þú veist, við eigum að þú veist, nota, þú veist, þetta orð og þessa hugmynd og þú veist, en vera náttúrulega líka, þú veist, stór hreyfing, skilur mig, og vera mjög meðvituð það, þú veist, hvað það þýðir til dæmis að vera með, þú veist, minnihlutahópa innanborðs, hvað það þýðir að, þú veist, vera inclusive og skilja engan, þú veist, útundan og allt það. En vera, þú veist, klár á því að við verðum að svona horfa á þessa svona rót, þú veist, vandans og þá ég ætla ekki að segja, þú veist, að kapitalismin eitthvað útskýri allt, skilur mig, ég er ekki að segja það, þú veist, þetta er þú veist, feðraveldi er ekkert eitthvað uppfinning kapitalismans en þetta hangir saman og þetta make a sense og það make a sense að við séum saminuð, þú veist, í þessari, þú veist, baráttu. Akkurat. Og það er einmitt þarna, kannski eftir fall Sovétríkjanna og þegar að kaldast við þessum hæst, þá verður marxismi alveg rosalega tabú allan í Bandaríkjunum, en var það ekki svolítið mikið hérna líka? Jú. Og það mátti bara ekki ræða þetta. Jú, þegar fólk fyrir að veifa Hannes Hólmstein reglingum ykkurum og það verðist, þeir náðu að nýta sér þetta moment rosalega vel, hægri öflin, bara þau sensuðu bara svo hákarlar veikleika og svo bara koma þeir, sko. Það finnaði það að ég hugsa mikið þetta, sko, að þú veist, eiginlega segir þetta okkur líka svolítið mikið það hvað, sko, svona róttækur sósíalismi skiptir líka miklu máli, sko. Hvað skiptir miklu máli að hafa haft þess að svona hörðu, að ég meina, akkur eru frjálshyggjumenn svona rosalega glaðir þegar að, þú veist, kommunismin féll. Ég meina, kommunistar voru ekki beint eitthvað að ráða á Íslandi, ég meina, voru ekki óvinir nummer 1 í Íslandi, voru ekki kommunistar endilega þannig, en byrju, samt kannski smá.
vegna þess að það sem náttúrulega kommunistarnir gerðu, þú veist, á 20. öld, var að með því að vera, þú veist, svona langt út í, þú veist, jaðrinum, þá tóguðu þeir náttúrulega, þú veist, til vinstri og þeir voru líka náttúrulega bara svo sjúklega vel skipulagðir og öflugir og voru svona dálítið, þú veit, þetta svona dálítið svona vöðvin og hjarta og kjarnin eins og pínlítið í íslensku verkalýðshreyfingunni sem til dæmis dálítið svona gleymt oft, sko. Þú veist, þeir voru ekkert endilega með, þú veist, svona stærstu leiðtogana alltaf, en ég meina þeir voru bara, þú veist, þeir voru bara fierce, skilur, þeir voru bara harðir, skilur, og þeir náðu málum í gegn og náðu svolítið að setja standardin og setja, þú veist, stefnuna, sko. Mér finnst það annað hægt, það annað í boði. Já, nákvæmlega, og þetta gátu þeir gert þó að þeir væru kannski ekkert, sko, meirihluti, þú veist, þó að þeir væru minnihluti, þannig að ég held að við megum alveg líka, þú veist, ég veit ekki, við erum náttúrulega við erum búin að jafna okkur á kosningabömmernum, sko, var náttúrulega svolítið bömmer að við næðum ekki meiri árangri í þessum kosningum, en ég held samt að, sko, þú veist, ég meina, við megum ekkert fara í eitthvað sjálfshattur, sko, þó að við séum lítil hreyfing, ég meina, stundum er það bara það sem að maður þarf að vera, fattar þú veist, ég meina, það er bara einhver skýra hugmyndafræðilega sýn, kannski nær hún ekkert alveg til allra, þú veist, allt í lagi, en það er samt hægt að bara vera trúr þessu og þá nærðu að svona toga líka, þú veist, restina. Já, fram að planta fræðin. Ég las daginn svolítið fyndið að ég held að Lenin hafi verið, þegar hann var í útlegð í Þýskalandi, ekki 1916, rétt fyrir byltingu, og þá var Lenin í útlegð og ég held að hann hafi skrifað þá, sko, hann sagði að hann myndi aldrei búast við byltingu á sinni ævi. Nei, já, en sjúklega gott attitút, sko. Þú veist, ég meina, maður verður náttúrulega að geta verið í þessu, þú veist, án þess að maður trúið í endilega að byltingin sé að fara að koma á morgun, sko, af því að þú ert í þessu bara því þú trúir í að byltingin sé að fara að koma á morgun, þá verður náttúrulega bara óþolumóður, sko, og óþolumóður, sko. Og svo maður líka talað að útkoman per se ekki endilega sem skiptir öllum máli, það er líka bara prósessin sjálfur, þú veist, að vera hluta einhverju community og við erum bara saman í þessu að byggja eitthvað upp, það er líka bara magnað í sjálfu sér, það eitt og sér, sko. Já, bara alveg nákvæmlega, sko. Já, að maður fer svolítið í marxisman og akkurat hvað tók langan tíma að fara frá lensherfakerfinu, fjúdalisma yfir í kapitalisma. Það voru, það mætti segja alveg 300-400 árið eitthvað sem það tók, en það er þetta svo flókið og mikið í þessu. Og þess vegna finnst mér alveg mjög leiðilegt að marxismi er ekki meira skoðaður og talaður af því að ef maður les Engels í svona rétt byrjar að dýfa tonni onni í þetta, sko. En þá var hann að tala byltingu millistéttarinnar í frönsku byltingunni og hvað það átti langan aðdraganda í Englandi og svona hvernig verkamenn og peasants voru alltaf að og millistéttin að taka meiri völd af aristokratunum. Og maður sér hvað þetta er viðeigandi. Já, Marx var náttúrulega að hugsa þetta bara þannig, sko, ok, borgarastéttinni tókst að gera byltingu, þau eru að fá og nú erum við með þessa þú veist, verkamannastétt sem eru orðin til og það eru fólk bara að fá kosningarétt hægri vinstri og ég meina það hlýtur að koma bylting, sko. En ég held samt að Marx hafa alveg verið, þú veist, þolinmóður, sko, hann var ekki svona eitthvað bara þetta verður að gerast núna og verður að gerast með einhverju svona valdaráni, sko, hann hafa alveg átt að segja því að þetta myndi gerast í gegnum svona eitthvað, þú veist, long term skipulag, en hann hugsaði með sér, þetta hlýtur að gerast, þú veist. Þá þegar maður reyndar hugsa maður alltaf, sko, þú veist, ég hugsa, sko, ef að Marx væri með okkur hérna í dag, sko, þannig að færi ykkur svona tímavél, sko, þetta er að verða svolítið svona surprised að þetta sé ekki búið að gerast, sko, þú veist, og það er í rauninni dálítið merkilegt, sko, að maður pælir í því, þú veist, af hverju það hefur ekki tekist betur, meira að segja í þessum samfélagum, þú veist, það sem er kosningaréttur, ég meina á Íslandi, þú veist, það er þannig, ég meina, fólk getur farið og kosið þarna, að þá er samt, þú veist, fólk það er bara ekki tekist að þú veist, framkoma breytingarna sem allir vita að þú veist fólki á Íslandi vill. Hvað er ráðgáta? En þá er með Marx talaði mikið svona yfirbyggingar eða svona superstruktúra og það er alveg bara greinlegt eftir því sem maður bara hefur lesið meira til og bara radikalerast meira með árunum að þú veist bara allir fjölmiðlar á Íslandi, þetta er bara eigu auðfólks og ólígarka sem bara í rauninni stjórna allri umræðinni, þannig að hvernig í rauninni getur einhvern veginn fengið eitthvað í gegn nema við séum okkur eigin fjölmiðil og séum einhvern veginn að byggja upp bara eins og varna þjóðviljinn og allt það. Þannig að það er kannski líka mest og barátta hjá okkur. Ég gæti ekki verið meira saman. Það er bara, þú veist, að koma, þú veist, að við séum ekki rosalega svona háð öllum þessum auðvaldsfjölmiðlum í rauninni. Það er, ég meina, ástandið er búið að vera líka versna bara svo mikið, sko. Ég meina, þetta var alveg slæmt en þetta hefur, skilurðu, sem að hélt alltaf þetta gæti orðið verra, skilurðu, en ég meina pælið í eins og bara dæmið sem ég finnst bara alltaf svo áhugavert, það er bara með, þið vitið, sko, bara með RÚV, skiljið, og þess að samherja umfjöllun og það sem að það síðan bara
byrju, ég meina það bara búið að reka þessa ég meina þeir eru bara horfnir, ég meina ég meina þeir voru eitthvað svona tæknilega ekki reknir frá RÚV, en ég meina RÚV bara leyfði því að gerast að skilur þeir eru teknir og þú veist Helgi Seljan dæmdur af einhverju siðanefnd, hann glæpamaðurinn í þessu máli og ég meina mér finnst það alveg þú veist bara alveg ótrúlega merkilegt og ég líka horfði aldrei á þetta út frá því sem ég er búin að vera að vinna núna síðustu 4 árin sem verkalýðshreyfingin verkalýðshreyfingin er náttúrulega bara alveg huge dæmi á Íslandi, mjög stór 130.000 manns eða eitthvað í Alþýðusambandi Íslands og svona og þetta er bara svona veruleiki allra, þetta er aðalmálið í lífi allra er vinnaðinn, þú ferð í vinnuna kemur heim vinnunni, þetta er bara meira þetta dæmi mér finnst það svo fyndið að öll umfjöllun verkalýðsmál á Íslandi það er engin fjölmiðill sem að til dæmis er með eitthvað svona sér dálk eða segjum fylgiblað eða eitthvað svoleiðis, en vitið þið hvað eru með? Hver einasti íslenski prentmiðill er með sérstakt fylgiblað viðskiptalífið, skiljið, og svo að frá mér að finnast það öllu þegar þeir eru búin að setja núna verkalýðsmál sem svona undir flokk í því. Ég lendi mjög oft í því, því ég var að vinna í Eflinga og hringdi mig ég er frá viðskiptablaði Moggans. Hvað segir þú? Við erum að því það er búið að búa til eitthvað svona nýtt konsept sem þið vitið atvinnulífið. Já, atvinnulífið. Og það þýðir oftast bara hvað fannst Halldóri Benjamín þegar hann vaknaði í morgun og svo eru þið búin að setja atvinnulíf vinnumarkaðar, aðilar vinnumarkaðins. Já, getur þá ekki bara þú veist, það ekki verkalýðsmál svona bara einhver undir kategóri af því, þú veist, en þetta er stórkostlegt, ég meina Moggin er með sér blaðum þetta, ekkert smá bara dæmi, sér eins og í viku, þú veist, Fréttablaðið er með það líka og svo er Vísir með þetta sér, þið byggur til alveg eitthvað massíft bara dæmi fyrir Hörð Ægisson vinnakar og svo ertu með Viðskiptablaðið, pælið í því. Það eru ótrúlega fáir og veikir fjölmiðlar á Íslandi en þeir geta allir verið með bara einhver svona sérstaka, þið vitið bara einhver svona mega fráteki space fyrir þessa, þú veist, aðila sem þeir nota náttúrulega bara okkur með einsta degi bara til þess að pusha, þú veist, sínu agenda. Þetta er náttúrulega bara briljant fjárfesting fyrir þá í rauninni. Þeir fá þetta margfald tilbaka í gegnum áróðurinn. Ég meina, fólk segir alltaf eitthvað, já, þetta sé svo erfiður markaður og svona ekki tapa á þessu, en ég meina, ef þú ert að hugsa þetta eitthvað long term, þá ertu náttúrulega ekki að tapa á þessu. Þú veist, hann Helgi, þú veist, Magnússon er ekki að tapa þegar hann er að setja þið veitir mörg 100 milljónir í Fréttablaðið, þú veist, á hverju ári. Nei, ég er ekkert að því, þú veist, minna, þeir eru að standa vörð náttúrulega endanum bara íslenskan kapitalisma, sem er þessi æðislega gullgæs, sem er bara að gefa, þú veist, þessari stéttu þetta bara svo brjálæðislega vel, þú veist, og þeir eru bara virkilega til í að setja smá peningi að koma í veg fyrir að því verði eitthvað, þú veist, fokkað upp, sko. Já, einmitt. Maður velti fyrir sér þú veist, hvar myndu við byrja á því, þú veist, við erum í samstöðuna, en þú veist, þurfum við ekki að ganga lengra, ég veit ekki, þú veist, það voru alltaf dagblöðin í gamla dag, er það eitthvað, einhver option eða, þú veist, netbílar meira, þú veist, hvað, bara þetta er svo erfitt að byrja þetta fyrst að skrifa einhvern veginn gegn þessu svakalega afli sem var. Já, það er erfitt, sko, það er erfitt. Ég held að það náttúrulega væri náttúrulega bara frábært ef að, þú veist, það yrði búið til eitthvað svona stærra, þú veist, plattform, sko. Og að því svo náttúrulega veit maður líka að það sem er svona pínu sorglegt, sko, þetta við fjölmiðla er að, sko, þú veist, góð fjölmiðlun, hún skilar sér því miður ekkert, sko, alltaf neitt á endastöð, sko, bara því miður, sko. Það er ótrúlega leiðilegt, sko. Að þú veist, ég meina, við erum til dæmis með samstöðuna, við erum með frábært efni hérna. Ég meina, til dæmis Rauða borðið, þú veist, þættirnir sem hafa verið þar sem hefur verið að tala til dæmis þegar þú veist, sérfræðingarnir í efnahagsmálum koma þar. Þetta er bara besta high quality skilur umræð sem færið þjóðfélagsmál á Íslandi og maður bara að hugsa eitthvað svona, ok, mann langar að taka þess að þú átt eitthvað 2 klukkutíma helgina, hvað ætlar að hlusta á, sko. Ég meina, pæliði að bera þetta saman við, þú veist, farið í því vikulokunum eða Silfri Egils eða eitthvað sem er orðið bara svo ógeðslega leðilegt, fyrirsjónlegt flatni, skilur, þetta er alltaf eitthvað talking heads, skilur, að segja sömu hlutina, sko, versus umræðan sem hefur verið í þessu á Rauða borðinu, sko. En þá er bara problemið það, sko, þú veist að plattformið þú veist, fólk fer þangað sem plattformið sko. Fullt af fólki er náttúrulega bara á einhverjum autopilot, sko, horfir bara á Silfri Egils bara því það er vandi og því það er bara það sem er inn í stofunni það er svo að skrolla á Facebook bara og það sem fólk er að deila þar og sponsoraðar auglýsingar frá Fréttablaðinu og Vísi og allt það þannig að tíma þar að vera heflaust betur varið að hlusta í 2 tíma á þjóðhagsræðið fá smá alvöru upplýsingar. En þetta hefur alveg verið rætt innan til dæmis verkalýðshreyfingarinnar og það var ég komst að því að ég held að verið árið 2016 að þá var samþykkt á þingi Alþýðusambandsins
að fara í það að skoða hvort að sko, verkalýðshreyfingin geti ekki verið með einhvern fjölmiðil. Og það var, ég man ekki hver það var einhver sem var þá einhver formaður sko, sem kom í pontu og sagði bara, kæru félagar, bændasamtökin eru reka hérna glæslegt blað, þú veist, bændablaðið. Ég meina, það vita allir Íslendingar hvað, já, ég meina, allir eru einhvern tímann að lesa þetta bændablað. Já, bara eitthvað annað í, þú veist, sjoppunni eða hvað það sko. Og þetta var eiginlega bara svona proposalið, sko, gætum við ekki bara eitthvað gert þetta sko, en þetta var náttúrulega bara svo sem drepið niður á Alþýðusambandinu strax. Það er leiðilegt, það væri gaman að sjá eitthvað svona sko. Já, og það svo fólki finnist það bara ennþá einhvern veginn tabú og það mjög róttækt að verkafólk sjálft sé að reka sitt eigið dagblað, það getur ekki orðið hlutlaust eða eitthvað svoleiðis skilur á sama tíma og allir fjölmiðlar eru reknir augljóslega af auðvaldinu og ólíkverkum í rauninni, en það samt, við erum bara svo alltaf vönið sem raunveruleika einhvern veginn. Já, það lenda smá problem þarna sko, ég held því miður sko að mjög margir blaðamenn eru svolítið með svona aðeins, ég myndi segja svona pínu barnalega sjálfsmynd sko. Þeir halda að það svona þeirra identity sko, að vera, þú veist, ég hlutlaus faglegur blaðamaður sko, þú veist, og svo bara einhvern veginn, þú veist, kannski tekur ekki alveg eftir því hvernig svona það svona augljóslega búið að co-opta það hlutleysið, þú veist, inn í eitthvað system þar sem ég meina það ritstjórinn sem að ákveða hvaða fréttið þú ert að fara að segja og hver ekki, fattar þú, ok, þú kannski vandar alveg að vinna þessa frétt, en býta, akkur gerður þú veist þessa frétt en ekki einhverja aðra frétt, eða bara eins og þetta sem ég var að benda á, skilur mig, það einhver mega prófíll á umfjöllunum svo kallað atvinnulíf sko, en það engin prófíll á umfjöllunum þú veist, veruleika sko alls íslensku þjóðarinnar á sko vinnumarkaði, þú veist, og ég veit ekki sko, þá svona, ég held að þú veist, það væri helviti töff ef sko blaðamenn, fjölmiðlamenn myndu svona vera tilbúnir að kannski svona identifya aðeins öðruvísi, skilur og kannski bara segja bara, ég meina, það allt í lagi að vera blaðamaður með skoðun, það má alveg, þú veist, ég meina, þið spáðið því eins og bara svona út í heimi, ég meina, bara svona einhverjir frægir, þú veist, mjög virtir alvöru blaðamenn, bara Seymour Hersh eða eitthvað, skilur, ég meina, hann að fara í ákveðin mál af því hann bara fucking sko warrior, þú veist, hann fer í mál, það ekkert eitthvað feimnismál. Og ég meina að þú átt alveg að geta verið, þú veist, blaðamaður með alveg fullt, þú veist, integrity, þó að þú sért að koma að málunum frá til dæmis, ég veit ekki, bara segjum bara eitthvað almannahagsmunum, þú hugsar einhverja almannahagsmuni, þess vegna viltu fara í þetta mál en ekki hitt, sko, þú veist. En ég minnst svona eins og að blaðamenn í Íslandi sé ekkert alveg þannig, sko, þeir eru svona hræddir við þetta, sko. Já, við erum líka svo eitthvað það djúpt inn í þessu að það þykir róttækt að gera fréttir út frá því bara einhvern veginn hvað meirihluti fólks vill að sé, þú veist, það þykir mjög róttækt og það einhvern veginn, þegar maður fyrir útskýra fyrir fólki í ábyrgð, þú veist, sósíalistaflokkur, þeir eru sammála bara þjóðinni í öllum málum sem eru með og þá hugsa fólki, já, þeir eru kannski ekki þá róttækir, en það kemur ekki nóg mikið fram í fjölmiðlum, þannig að það finnst mér vera svolítið gallinum mitt af fjölmiðlumhverfið og það líka bara langtíma verkefni. En mér finnst þetta svolítið kaldhæðnislegt að því, sko, ég meina, eitt af því besta sem sósíalistaflokkurinn var með í kosningabaráttunni hérna síðast voru þessar pælingar fjölmiðla. Herru, það var náttúrulega bara tekið og einhvern veginn, þú veist, allir voru sko til í að vera sammála það þetta væri eitthvað brjálæði, sko, þetta var eitthvað brjálæðislegar hugmyndir, þú veist, mér fannst það alveg kostulegt, en þá skynja maður alltaf líka að þetta var rosa viðkvæmt, sko, þú veist, það vildi enginn láta fokka, þú veist, við þetta, því það náttúrulega bara, komum við náttúrulega því að, fjölmiðlar á Íslandi eru á endanum náttúrulega svolítið mikið bara svona eina af þessum svona stóðum ríkjandi ástands og rosa margir hafa það náttúrulega gott bara í ríkjandi ástand á Íslandi og vilja náttúrulega ekki láta fokka við það. Og þetta hlutleysi, það kemur oftast bara út í de facto sko stuðning við núverandi kerfi. Já, einmitt. Þegar þú spurninga út frá forsendum þess valdakerfis og efnaðarkerfis sem nú þegar til staða. Og það akkurat hvaða spurningar spurðu ekki og hvernig orðar það sem þú segir, hvað skilurðu eftir, hvað áherslur telurðu vera mikilvægastar og það verðist alltaf einmitt að vera samtök atvinnulífsins. Þau eru vega meira einhvern veginn en það sem Mér finnst líka svo brilljant með þessi orð, hvernig þau breyta líka bara þetta samtök atvinnulífsins, skilur, þetta er svo defaultur í fólki, þá hljómar þetta bara eins og, þú veist, allir á vinnumarkaði eitthvað. Og þetta hljómar eins og þetta sé svona respectable mannasamtök. Að fólki sem sko vinnur ekki, skiljið mig, kapitalismir, vinna náttúrulega ekki, þeir eru bara, hvar eru þeir? Þeir eru bara á, þú veist, þeir eru náttúrulega ekki á tenni svona með svona venjulegt fólk, hvar eru þeir? Þeir eru á Lanzarote eða eitthvað, þeir eru með eitthvað sérstaka eigið, þeir eru bara þar, telja peningarna sína. Þeir eru búin að taka orðið atvinnulífið, þeir heita atvinnulífið, skiljum, og Íslendingar sem fara í vinnuna og eru actually í atvinnu að vinna, þeir heita eitthvað annað. Það er svo hlægt. Svipað með samtök fyrirtækja í sjávarútvegi
að þau hétu annað, ekki? Jú, Lín. Já, það var eitthvað PR-move held ég. Já, LIU. LIU segi og ekki Lín. En eru þeir satt ekki svona pínu konur það þurfa alltaf bara að breyta á 5 ára fresti, það alveg sama, þeir með svo vond rep, sko. Já, ég meint svo fyrirtækja skiptum kennitölu. Já, nú vorum við auglýsingaherferð í gangi í tengslu við verbúðarþættin, alltaf fyrir þættin og koma svona, þú veist, eitthvað, hvað allt veltur á sjávarútveginu með eitthvað svona. Já, einmitt, það nú alveg stórkostlegt reyndar að sé hægt að gera svona þætti sem eru svona frekar svona brútal raunveruleika, sko. En samt þetta einhvern veginn svona, þú veist, þú veist, höfum við ekki all bara gaman að þessu og þetta ekki bara eitthvað, þú veist, það svona líka pínlítið verið að svona trivialisera, þú veist, sem sést af þessu, sko. Þeim finnst þetta bara gaman, eitthvað, allir eru svona eitthvað að tala fiskinn í sjónum og eitthvað, þú veist. Nákvæmlega, já, trivialæsa þetta. Já, það gerir það nú pínu lítið, sko. Ég var allavega ekki sattur þegar, þú veist, rebellinn á verbúðinni var svona einhvern veginn kýldur, sko, af Pétri Jóhanni hlöggunni. Já, alveg rétt, já. Ok, þið eru kannski ekki að horfa á verbúðinni, afhjúpast núna eitthvað, ég alveg límdur við þetta, sko, ég að tjekka mjög spennandi þættir. Mér varst það eitthvað svona glatað, sko, svona löggan bara kýldan og það var eitthvað svona að vera bara eitthvað töff, sko. Ég vilja sjá meiri svona upprisu verka þarna í þessu, sko. Svo ein pæling bara, þú veist, þess að núna á næsta árin, þú veist, hvernig sérðu það til dæmis fyrir hérna á Íslandi og jafnvel í heiminum, bara framtíð, bara verkalýðshreyfingarinnar og vinstrisins, þú veist, hvaða fleiri tækir var að fara að geta beitt núna á næstunni, nú bara steytist í kjaraviðræður bara mjög fljótlega og þú veist, auðvitað að sjá hlutina fyrir, sko, en á hvaða stað einhvern veginn eru í þessari baráttu? Ég held þessi rosalega mikið svona ögurstund núna í verkalýðshreyfingunni, sko. Vegna þess að íslensk stjórnmál, þá meina ég þessi stjórnmál sem eru á Alþingi og í sveitarstjórnum, þau eru náttúrulega bara algjörlega dauð, þú veist, bara algjör dauði og það er ekkert umbreytingaafl þar bara neins staðar, skiljum við. Ég meina, þetta allt saman varstaða bara óbreytt núverandi ástand, bara algjörlega. Og náttúrulega mjög, þú veist, sögulegt að þú veist, að Vinstri græn hafi svona farið, þú veist, bara inn í það og gert sig að náttúrulega bara, ég meina, Vinstri græn voru þráttir allt, þú veist, svona eitthvað pínu svona outsider afl sem gat svona eitthvað aðeins svona destabilisa þetta utanfrá, skiljum við, nú eru þetta bara einu sinni var, já, ég veist, maður þá tíð, sko, en þú veist, það náttúrulega ekki lengur og þar með þetta allt bara svolítið, þú veist, þetta helviti slæmt, sko, þegar eitthvað svona samfylkingin orðin eitthvað svona eini flokkurinn á þingi sem að maður svona hefur eitthvað, eða flokkur fólksins, eða eitthvað, en þetta er mjög slæmt, sko. Sá með því nýri könnunum fylgi flokkana, sko, þá ríkasta fólki að kjósa Vinstri græn. Já, það er magnað. Já, bara kemur mér ekki óvart. Nei, ekki mér eftir en það sýnir hvað þetta er svona ríkt fólk með samviskupið, kýs Vinstri græn, sko. En ok, en ég held að verkalýðshreyfingin sé nefnilega, þú veist, getur orðið þetta breytingaafl, skilur. Ég meina, verkalýðshreyfingin er eiginlega svona, ég meina, þú veist, segjum svo, ég meina, ef að Sólveig Önnu tekst að halda velli í Eflingu og við erum náttúrulega, þú veist, Ragnar Þór er bara sterkur núna í VR, þú veist. Framlegur. Já, og ef að það, þú veist, verður áfram, skilji, og ég meina, ég held að fólk eigi að vera að fylgjast mjög vel með þessum kosningum í Eflingu núna, klálega upp á þetta að gera, að ef að það heldur áfram, þá náttúrulega svolítið verið að sýna það að, þú veist, að verkalýðshreyfingin í Íslandi, þú veist, ætlar ekki að sætta sig við það, að, þú veist, láta bara svona, þið viti, bara svona éta, þú veist, þess sem koma svona inn að utan, sko, eins og öll svona kerfi gera, sko, ok, það er einhver sem vinnur einhverja kosningar, allt í lagi, komdu hérna inn og við bara svona, við skulum bara sýna þér hvað er hægt að hafa huggulegt hérna, skilur mig, og þú veist, þetta er svona, það er búið að reyna að gera þetta mann sjálfan, það er mjög áhugavert, sko, en þú veist, Ragnar er ekki þannig, Sólveig er ekki þannig, þess vegna eru þau svolítið hötuð af þessu kerfið er með ofnæmi fyrir þeim, sko, þannig að þau eru svona outsiderar sem eiga bara ekki að vera á innsætinu, á bara ekki að vera þannig. Eru með vesenu, þetta er svo næs. Nei, og eiga náttúrulega að gera bara það sem, gengur yfirleitt mjög vel, sko, að fá fólk bara svona, ég melta og geta það. Ég hugsa það samverðurlega ráðherra Vinstri græna. Einmitt, en og svona íslenska valdakerfið er mjög þrautþjálfað í að gera þetta, skilur, við haft bara, gengið mjög vel að gera þetta. En sem sagt, Ragnar Þór er ekki þar, Sól er ekki þar, og ef að þeim tekst að halda velli báðum með þessi 2 risastóru félög innan Alþýðusambandsins, þá held ég að komi að því að, þú veist, Alþýðusambandið sem í heild, þú veist, verður að fara að bara acknowledge þetta, sko. Þú veist, ok, ég meina það er bara okkar skyldar núna að verða bara, þú veist, að bara reflektera þetta, sem er bara staðar, þetta hefur ekki gerst innan Alþýðusambandsins núna í þó þessu 4 ár liðin, sko. Það er engin svona actual, þú veist, stefnubreyting sem hefur neitt, sko, átt sér stað þar.
og það ennþá verið að vinna þar út frá þessari eiginlega bara saleg hugmyndafræði, sko, að, þú veist, ég menna bara, tími átakana eiginlega bara liðinn, sko, þú veist, hann bara liðinn, við erum búin að ná, bara, og þú veist, við erum bara búin að ná bara því, þú veist, ójafnaðarstigi í samfélaginu sem bara nógu gott, þetta stemmarinn, sko, þú veist. Þetta rosalega, svo heldur þetta fólk að það sé óháð allri hugmyndafræði, en þetta rosalega mikil hugmyndafræði, þessar pælingar einmitt, og svo stimplar alla aðra með aðra skoðun sem einhver svona fólk sem fast í einhverju kreddu hugmyndafræði, þetta ein mesta kreddan í dag, það einmitt þetta að outsourca öllum bara viðræðum og einhverju svona debatum bara einhverju sérfræðingar, sko, teknokrata bara nákvæmlega og ég meina, en þetta endanum líka bara svona sátt við hið óbreytta ástand, sko. Og ég meina, þetta það nú þannig, ég meina, þetta Ísland náttúrulega líka dálítið mikið svona millistéttar samfélag, þú veist, það mjög stór og mjög svona vel haldin millistétt á Íslandi, það auðvitað bara alveg staðreynd og hún liggur svolítið svona eins og mara, þú veist, oná verka á lánafólki og bara því miður, mér finnst bara leiðilegt að segja það er ekki samstaða milli, sko, stéttarfélaga, millistéttarfólks endilega og þeir sem eru í verka á lánafélagum, bara alls ekki og það eftir ástæðan fyrir til dæmis að það hefur ekki tekist að sko drepa þessa saleg hugmyndafræði þrátt fyrir þessar, sko, mjög svo stóru breytingar í sko verkalýðshreyfingunni, það út af því að það bara mjög mikið vilji, þú veist, innan hennar hjá þessum svona meira, svona millistéttar öflum að bara svona halda því gangandi, sko. En ég meina, ég held að þú veist, þarna þú veist, raunverulegt hreyfiafl, þú veist, og sem bara hvergi annars staðar eiginlega í íslenskum stjórnmálum í dag, sko, og náttúrulega hreyfiafl sem að þú veist hefur mjög sterk vopn í höndunum, sko, menn eins og það að bara geta farið inn í kjaraviðræður, ég meina, geta verið með, þú veist, nánast allan vinnumarkaðinn undir í því þegar farið inn í það, þú veist, verkefni, sko, þá hægt að setja, þú veist, kröfur á borðið af alvöru, berjast fyrir þeim af alvöru, nota vopn sem virka, sko, þú veist, sem þá er ég náttúrulega að tala um verkfallsvopnið, sko. En nákvæmlega, það verður mjög spennandi að fylgjast með held í verkalýðsbaráttunni núna, eða verkalýðshreyfingunni, skulum við segja, bara núna alveg á næstu vikum og Já, svo bara, mér stærsta málið vera bara húsnæðismálin, þú veist, og það er samt rosalega margir Íslendingar sem held ég bara alveg sama mitt og það bara fínt ef húsnæðisverð hækkar af því þau eiga eignir. Þannig að þú veist, það komið aftur kannski að þessi að tala um þetta splittana millistétta. Bara nákvæmlega. Þannig að þú veist, maður er samt svo reiður sem ungur maður og bara ungt fólk í kringum mann, bara þú veist, algjör rýrnun á tekjumætti í húsnæðislinum. Já, það er nefnilega pínu, sko, fyrir þetta er svo mikilvægur punktur með húsnæðismál, því sko, þú finnur þetta, sko, ég meina, ég er komin á annan aldur, sko, allir sem ég þekki, þú veist, eru búnir að kaupa sér, sko, og bara, þú veist, bara ertu í þeim hópi sem getur keypt sér íbúð, þú veist, eða ekki, eða, þú veist, getur auðveldlega keypt sér íbúð eða ekki, og eftir hverju fer það, hvort þú getur keypt þér, þú veist, auðveldlega íbúð eða ekki, veist, eftir hverju það fer eftir hvað foreldræðinu gefa þér mikið, það fer eftir því og bara nákvæmlega hengu öðru, og þarna sérðu hvernig þetta er að svona reprodúsa náttúrulega stéttaskiptingu og bara mjög bókstaflega, sko, þú veist, þetta bara svona, kynslóðin bara lætur þið bara hafa sín forréttindi bara bókstaflega, skilur og svo náttúrulega, þú veist, er þá haldið, þú veist, úti þessari bólu og það til, ég var að lesa bara góðar greinar þetta daginn eftir svona bara, svona góða marxíska hagfræðinga og voru bara að analýsera þetta fyrirbæri, þú veist, og hvernig seðlabankarnir hafa til dæmis svolítið svona ítt undir þetta, sko, þeir eru að þjónka millistéttina mjög meðvitað, þið sáu til dæmis hvað gerist í kórónuveru kreppunni, allar þessar aðgerðir, þessar vaxtalækkanir og hvernig þessu var leyft að gerast þetta með húsnæðismarkaðinn og allt þetta. Ég meina, íslenska millistéttin bara hefur aldrei haft það betra heldur en í þessari kórónuveru kreppu. Þetta er ótrúlegt. Þórður Snær búinn að skrifa alveg frábærar úttektir á þessu í Kjarnan, alveg bara hann alltaf að segja þetta bara aftur, hvað er í gangi þarna? Af hverju erum við að úthluta í raun og veru á endanum, sko, sameiginlegum gæðum okkar, þú veist, svona? Það er alveg bara kostulegt, sko. En því miður að þá einmitt svona spilar þetta inn í þetta er ekki endilega, þú veist, þetta er ekki top 1%, sko, þetta er meira millistéttin, fólk sem bara, á ekkert einhverja glæsi hallir, ekki bara einhverjar venjulegar íbúðir, sem einbýlishús eða eitthvað, þú veist, og en þetta pitsar svolítið svona, þú veist, þetta er brilljant tól valdastéttarna, þess að pitsa, sko, millistéttin í gegn, þú veist, hinum, af því þegar þú ert einu sinni komin inn í þetta skjól að eiga þitt eigið húsnæði, þá ert þú náttúrulega bara að fara að græða á þessum húsnæðisbólum og þú vilt bara hafa þetta svona, svo ertu með einhvern veginn leigjanda í kjallaranum og þú vilt bara geta hækka leigun á honum, skilur. Þetta elur á svona
býr til spennu á milli. Heldur betur, já. Og það mér finnst það svo ljótt einmitt þegar það fer að vera þannig sko að þú fer að hagsmunir þínir eiginlega hvíla á því að þú náir að aðræna annan. Já, og ef þú líka hugsaði, sko, ef þú tilheyrir millistétt, sko, þú veist, að þú ætlir að fara að identifæða þannig, sko, með þessum, þú veist, leik, það ótrúlega sorglegt, sko, þú veist, alveg ótrúlega pathetic og mér finnst það bara, ég meina, ég persónulega bara mjög hneykslaður á til dæmis nýjum formanni í BHM sem búin að lýsa því yfir að hann vilji ekki, þú veist, sjá krónutöluhækkanir, búin að lýsa því yfir, að sko, ef það verði laun verið hækkað, það verði að verða prósentuhækkanir, sko. Þetta bara, og mér finnst að í rauninni skilji ekki til dæmis akkur til dæmis bara forseti Alþýðusambandsins ekki búin að mótmæla þessu, þú veist að því menn þetta bara stríðsyfirlýsing, skilur við, þú veist, verka á lánafólk og almennu vinnumarkað og ekkert annað. Við bara segja, við ætlum bara að sjá til þess. Hann bara að segja, við ætlum að sjá til þess að það sem þið fáið verði strax ógilt, skilur við, eða verði bara strax, þú veist, flatt út af okkur. Og við erum að tala þú veist, fólk sem á mjög háum launum, sko, það bara þú veist, því miður, ég seti bara hálun á fólkinu á BHM sem hann að representa fólk með, þú veist, alveg milljón á mánuði, sko. Já, þetta eina stærsta ástæðan fyrir ég sósíalist að verðum einhvern veginn að búa til kerfi þar sem að, þú veist, þessar ólíku stéttir ekki í stríðu við hvort annað. Já, nákvæmlega. Og það elur á, sko, árásagirni gagnvart hvort annars og exploitation og svona. Einhvern veginn verðum við að geta staðið saman og fundið til með hvort öðru og unnið saman. Ekki reynda að græða á kostnað annars, þetta að reyna að fara saman upp og vinna þannig að... Bara nákvæmlega, ég gæti ekki verið meira sammála. Þetta líka bara svona alveg, maður náttúrulega svona marxisti, ég reyna að tala aldrei sko siðferði og svona siðferði. En þetta er alveg siðferðisspurning, ég held að eigum alveg að feysa þannig, það þetta bara mjög auðvelt að hafa það bara skrambi gott á Íslandi ef þú tilheyrir millistétt, það ekkert mál, þú veist. En þú veist að ég get ekki hugsað með það að fara að vera eitthvað svona, þykjast að fara í verkalýðsbaráttu eitthvað, þið veitir, í BHM fyrir fólk með, þú veist, 800-900 milljónum mánuði og vera eitthvað, þykjast þér í verkalýðsbaráttu fyrir eitthvað svoleiðis. Mér finnst það bara gjörsamlega galið, sko. Það bara staðreynd, ég meina það eru hópar á Íslandi sem búa við mjög sára fátækt. Verst náttúrulega hafa þeirra sem eru ekki á vinnumarkaði, augljóslega öryrkjar sem í langverstu stöðinni, sko. En sko verka á láglaunafólk líka sem að vinna á þessum töxtum, skiljiði. Ég meina, ok, þessi laun alveg há ef þú horfir á það í samanburði við launin í Póllandi, en þú þarft náttúrulega líka að bera saman, skilur, húsnæðisverðið og bara verða neysluvöru hér versus, þú veist, Póllandi og þá færðu það strax út að þetta gengur ekkert upp. Einmitt. Svo annað núna í faraldrinum kannski sem kemur meira og meira ljós þessar hvað maður segja, láglaunastöður, þú veist, hvað þær eru mikilvægar og ég hef líka oft hugsað, sko, akkur kannski fólk með 400.000 manni sem að vinna, þú veist, alveg erfiðisvinnu, líkanlega vinnu tekur á og svo fólk sem fór kannski 2 ár í háskóla eða 3 ár og bara að sitja inn á okkur skrifstofu og færi, sko, 2-falt hærri laun. Þetta erfiðar að vinna? Nei, ég held ekki, þetta miklu auðveldara að vinna. Þú kannski þurftir aðeins að undirbúa það og svona, en oft það bara þegar þú hafðir forréttindin og tækifærin til þess að geta undirbúið fyrir svona starf. En mér finnst hvernig þetta sko verðlægt vera bara formlegt. Sko. Já, ég meina fólk talar þessi ótrúlega svona einhver refsing og píning að hafa farið í háskóla. Eitthvað svona, allir eigi allt samfélag, þeir bara svona samfélagi að fara bara að vera með söfnun til þess að geta svona gefið þér skapandi fyrir það að þú farið í háskóla. Come on, þetta algjörlega klikkað. Og líka þessi réttlandinga, ef þú ert ekki búin að finna nám, þá áttu bara ekkert skilja að lifa sómasamlega launum heldur. Það eitthvað svona attitút og líka bara sem að bara, maður sjálfur margir að bara aldrei uppi að þú bara verður að fara í nám, annars ertu bara að fara að eiga hræðilega framtíð og þú ert bara ekki nóg nema að fara í nám. Þú ert ekki nóg. Það er basically þannig nánast, sko. Og þú veist, það fólk bara, þetta skapar líka svo mikið kvíða hjá fólki og þú veist, ég held að rosalega stór þáttur í þessari plágu sem andlegu vandamál í dag, stafir rosalega mikið á þessu óöryggi, sérstaklega í húsnæðismarkaði og einmitt þetta, ég verð að fara, sko, það er ekki nóg lengur að fara í menntaskólanum, það verður að vera háskólanum og það er ekki nóg að fara í bíanum, það verður að vera master líka, þú veist. Og svo sumar stéttir hafa líka kannski svona, þú veist, hugsa, ok, ef þetta sko hugmyndafræðin, sko, þá skulum við bara segja bara, ok, til að geta unnið þetta starf bara þarftu masterspróf. Þetta er eins og, þú veist, eins og leikskólakennarar fóru svolítið bara í þetta, sko, hugsaðu bara, ok, við viljum hækka launin, þannig að við skulum bara segja til þess að vera leikskólakennari þarftu master, sko. En þetta var síðan á endanum ekkert gott, sko, af því, þú veist, það er ennþá, þú veist, bara ákveðin, þú veist, vanvirðing við þessar stétt og allt það og einhvern veginn þetta endaði því að gefa ekki, fattaru, þú veist, og fólk satt uppi með það að hafa verið bara of lengi í námi, sko, þú veist, versus, sko, launin svo kannski ekki fyrir það. En hérna, nei, og ég meina, mér finnst líka stór skrítið akkur, sko, þú veist, fólk sem að, ég meina, vill mennta sig eða hefur menntað sig, sko, þú veist, akkur alltaf þessi hugmyndum, sko, það
vera að reflektera, þú veist, í launum seinna, frekar heldur en allir með setja bara áhersluna á það að hafa nám bara ókeypis. Þú veist, ég meina, fyrir mig sem sósíalista, ég segi bara, ég meina, skattleggjum bara hástéttina til þess að gera nám bara almennilega ókeypis. Þess að þú getur farið þá líka í nám sem ekki bara sko til þess að komast í eitthvað hálaunastað, heldur þess að þú getur farið í nám sem að kannski, þú veist, ég meina, gefur þér eitthvað og þú veist, þroskandi fyrir þig og gefur þér eitthvað sem, þú veist, manneskju, sko. Námslaun líka. Eða bara, já, eins og bara hefur verið gert á Norðurlöndum, skilu. Það ertu bara, já, færð, þú veist, eitthvað bara pening á mánuði. Já, samfélagið í heild græðir þó að kannski tekið hæsta fólki og fyrirtækin þurfa að borga meira skatt. Já, og meiri segja þó að menn sé að pæla bara í þessu peningalesi, þá ríkið að fara að fá þetta margfalt tilbaka, þetta bara fjárfesting, þú veist, þannig að ef að fólk einhvern veginn að tala gegn þessu þeim nótum, þetta sé svo dýrt og þetta kemur allt tilbaka og þá miklu margfalt. Nei, bara, ég segi bara, ég meina, bara, já, sorry, ég ætla bara að segja þetta, sko, en ég meina svona ákveðin frekja, sko, milli stéttarinnar, þú veist, að búa til bara dálítið svona unsustainable, þú veist, ástand, sko, þú veist, því svo líka, sko, milli stéttin að dömpa hlutum, sko, meir og meir, þú veist, á verka á lánafólk, hlutum sem að, þú veist, milli stéttin kannski sá ég veit það ekki áður, skilur, hann vill núna bara að sé, til dæmis að, þú veist, aldraðir foreldrar séu á hjúkrunarheimilum, þú veist, börnin séu á leikskólum og nú eru þau hérna atvinnulífið eru farin að tala það sko að leikskólarnir bara vera opnir allan sólarhringinn sko til þess að hérna sé hægt að tjúta í atvinnulífinu sko þú veist en hvað ertu þá að gera með þessu fattar þið hvað ætlar þú að fara að vera með næturvaktir þar hvað ætlar þú að borga fyrir það ég meina eða hvað ætlar þú að láta fólki vera bara áfram á alltaf lágum launum þar og láta það bara keyra sig út og bara enda í því að vera eins og náttúrulega bara staðreynd í dag sko að konurnar sem að vinna sko verka og láglauna umönnunarstörfin meðal sko lífslíkurnar þeirra eru að minnka. Það ríkara. Bæli í því, ég meina mér finnst þetta alltaf magnað að þetta sé ekki bara svolítið meira bara svona front page news, þetta dæmi sko að því að ég meina bæli ekki að þetta gengur gegn bara svona öllu sem mann hefur verið sagt og mann hefur verið alin upp við skilur, ég meina það alltaf þetta sko eitthvað að það eigi að vera framfarir og lífið okkar eigi að vera betra og þú ekki haft eitthvað aðeins betra kannski heldur en þú veist foreldrarnir höfðu það eitthvað og að meðaltali það náttúrulega þannig þú veist það meðalaldur okkar að þú veist lengjast við erum hraustari og eitthvað svona meðaltali en einhver hópur þarna ekki bara sko situr eftir heldur bara það bara styttast ég veit ekki hvað ormar á að nota þetta bara svona nánast bara þú veist, það eru notað alls konar hérna að tala þú veist, hvað helfurinn gegn einkabílnum eða eitthvað, en ég meina, hvað þetta annað en bara eitthvað, bara djöfisins, bara genocide, skilur, gegn bara fólki fólk bara að lifa styttra út af því það að eyðileggja, þú veist, sál líkama og einhvern bandarækjum verið lífslíkur að minnka bara overall það bara nýjasta trendið þar sko. Já, ok, bara að meðaltali. Já, bara meðaltali lífslíkur bara minki bandaríkjunum sko. Það eru alltaf helstu páarnir sko að tala hvað kapitalismi sé góður og sé að lyfta öllum upp og lífslíkur sé aukast og bla 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 en þetta svolítið byrjað að fara niður við það þar sko. Maður velti því fyrir sig bara á hvaða þróun við erum, hvort að við séum 20-30 árum eftir bandaríkjunum eða hvernig það sko. Og það ríkalegt að þetta að gerast á Íslandi og samt fólk að tala við erum frá einkavæða meira heilbrigðiskerfinu og bjóða upp á einkaskóla og valfrelsi í menntun. Draga úr félagslegri þjónustu á sama tíma þegar þetta að gerast og ætli ekki að bæta kjör þeirra til þess að vega á móti þeim aukna kostnaði sem felst í að sækja sér félagslega þjónustöðar einkavætt og eina mótivasjónin eða eini hvatinn fyrir allir þessar einkavæðingu en alltaf bara að geta lækkað, þú veist, launakostnaðinn og ég meina, og hvað það svo að fara að enda sko, þú veist, það náttúrulega bara að fara að enda með því að fólk bara lendir á örorku og eitthvað svona, en ég reyndar velti þessu öllum mikið fyrir því, eitt sem ég lærði nú í verkalýðshreyfingunni að sko samtökum atvinnulífsins finnst alveg æðislegt að sponsora svona starfsendurhæfingu, þeir eru rosa til í það alveg bara ógeðslega hressir með virk og virk enda frábært sko, rosalega fín þjónustaðna og bara, þetta bara æði sko, fyrir fólk sem eitthvað að ströggla við að detta út af vinnumarka og allt það, rosalega flott, en sko, þú veist, þetta mjög dýrt, sko, með dýr þjónusta og maður svona velti fyrir sig, hvað með að kannski bara prófa eitthvað aðeins líka að byrgja brunnin sko, kannski taka eitthvað sem peningum bara í það og bara velta þessu fyrir sig, af hverju þetta fólk alltaf að, þú veist, brenna út og detta vinnumarkaðir sko. Þú veist að því til dæmis verka á lánafólk, ég meina, það er sama hvað þú ferð mikla endurhæfingu, ef þú ert bara að fara að vinna aftur í þessum sömu aðstæðum þar sem þú ert bara að fara að búa við fjárhagsáhyggjur og þú ert bara að fara að búa við stanslausan kvíða og bara slæm lífsgæði, ég meina það er bara ekki sustainable, skilur. Nákvæmlega, mjög góður punktur. Já, þetta er ekki sustainable, þetta býr til þess að togstreitu endalaust og mun valda bara mjög mikil ólgu og glundráða í samfélaginu á endanum, sko. Verðum að standa saman. Megum ekki láta eitthvað svona líðast.
algjörlega. En nú baráttulistin farin af stað. Já. Sólveig að bjóða sig aftur fram. Einmitt, jú. Og vonandi heldur það bara áfram. Já, bara vonaði besta. Já. En þakka kærlega fyrir við að hafa komið og talað við okkur. Það var mjög ánægilegt og fróðlegt að spila. Frábært. Takk fyrir komuna. Við sjáumst næsta mánudag klukkan 9.